Leiðtogar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins ákváðu í dag að stórauka framlög til varnar- og öryggismála. Þetta var niðurstaða leiðtogafundar bandalagsins hérna í Haag í dag. Forsætisráðherra segist sátt við stöðu Íslands í þessu samhengi. Hörð átök standa enn yfir á Alþingi veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar og ekki sér til lands. Forseti Alþingis telur víst að allir þingflokkar vilji semja þinglok og tiltölulega bjartsýn á að það takist. Hátt í 80 hafi verið drepin á Gaza í dag. Ísraelsher segir aukna áherslu á árásir þar eftir að vopnafli náðist við Íran. Fleiri en 400 hafi verið drepin við að sækja neyðaraðstoð síðustu vikur. Ólíðandi er að krabbameinssjúklingar heyji einstaklingsbaráttu til að komast sem fyrst í geislameðferð, segir kona sem íhugar að leita sér hjálpar erlendis. 3 mánaða bið er eftir meðferð hér á landi. Makríll er farin að berast í land og vinnsla hafin eftir langt hlé í uppsjávarverksmiðjum. Hjá Eskju og Eskifirði þarf bræðslan ekki að brenna mengandi olíu því framboð á rafmagni hefur aukist. Komið sæl. Stóraukin útgjöld til varnar- og öryggismála voru samþykkt á fundi leiðtoga NATO-ríkjanna sem lauk í Hollandi í dag. Forsætisráðherra segir að Ísland eigi eftir að leggja sitt af mörkum með aukinni fjárfestingu í mikilvægum innviðum. Það var búið að bíða með eftirvæntingu eftir þessum leiðtogafundi hérna í Haag, ekki síst vegna stöðunar sem verið hefur í samskiptum Bandaríkjastjórnar við önnur Evrópuríki í bandalaginu undanfarna mánuði. Donald Trump kom hingað með kröfur að hin NATO-ríkin myndu leggja meira að mörkum og fundurinn og undirbúningur hans gekk að stórum hluta út á að Trump myndi koma og fara sáttur við útkomuna. Það virðist hafa tekist að mestu leyti. Yfirlýsing leiðtoganna eftir fundinn gengur að stórum hluta út á þessa aukningu útgjalda. Evrópuríkjum tókst að halda inn í yfirlýsingunni nokkrum línum stuðning við Úkraínu og þótt Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefði ekki verið á formlegum fundi leiðtoganna í morgun, þá tókst honum að hitta Donald Trump að fundi loknum. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segist sátt við útkomu þessa fundar, þessa fyrsta leiðtogafundar sem að hún sækir sem forsætisráðherra. Það var mikil samstaða á fundinum, já. Maður fann það bara almennt að fólk er búið að tala sig í gegnum þetta síðustu mánuðum. Fólk er að finna sig þetta með mismunandi hættin í þessum tölum og ef við tökum til dæmis Ísland sem dæmi þá er það legið fyrir frá upphafi þessara viðræðna, ef svo má segja, öllum þeim fundum sem ég hef átt með bandalagslöndum og framkvæmdastjóra NATO. Við erum undanþegin því sem að snýra beinum varnarframlögum en við erum að horfa til þessa 1,5% sem eru svona óbein framlög inn í varnarinnviði. Þetta er yfir 10 ára tímabil til 2035. Það er nægur tími til stefnu og það er þannig að aðdraganda þessar fundar þá höfum við lagst yfir það að helmingur af þeim útgjöldum erum við í rauninni nú þegar að fjárfesta á Íslandi. When the Allies reach this number, it will add more than $1 trillion a year. Think of that, $1 trillion per year to our common defense, and this is a monument really to victory, but it's a monumental win for the United States because we were carrying much more than our fair share. It was quite unfair, actually. But this is a big win for Europe and for actually Western civilization. Davíð Stefánsson, formaður Varðbergs, markar þessi yfirlýsing vatnaskil í sögu bandalagsins? Já, hann gerir það. Þetta er stór ákvörðun, mikil ákvörðun að setja þetta mikla fjármuni og byggja upp á næstu árum. Þannig að þetta er gríðarleg breyting. Auðvitað, þetta er ekki eðlisbreyting á bandalaginu sjálfu en þetta er mikil breyting og mikil yfirlýsing samstöðu NATO-ríkjanna. En miðað við þessa yfirlýsingu í dag, hafa þá orðið sættir við bandaríkjamenn? Ég hef ekki hort á þetta sem einhverju ósættir. Það er bara ágreiningur og það hefur oft verið ágreiningur milli þessara ríkja. Bandaríkjamenn þrýstu á þessa fjármuni, aukna fjármuni en það er nú fyrst og síðast Putin sem að með sínu landvinningastríði hefur ýtt mönnum út í það að þurfa að verja meiri fjármunum. En gengu Evrópuríkin lengra ef þau hefðu þurft til þess að hafa bandaríkjamenn góða? Það held ég ekki. Nei. Ég held að leyniþjónustur Norðurlanda, leyniþjónustur Evrópu sögðu við þurfum að vera undirbúin fyrir Rússa 2030 og það ætlum við að gera með styrk
Við ætlum að tryggja frið með styrk. En við sáum að Trump bara lýsa yfir sigri með þessum auknu skuldbindingum. Má segja að hann sé einhvers konar sigurvegari? Já, það held ég. Ég held að hann hafi átt sinn þátt í þessu, en eins og ég segi, það eru fyrst og síðast ytri aðstæður sem þrýsta Evrópuþjóðunum til þess að gera þetta. Kanslari Þýskalands hefur ítrekkað það að það er fyrst og síðast Putin sem að ýtir Þjóðverjum út í það. Davíð, ég ætla að biðja að hinkra aðeins hérna hjá okkur vegna þess að Trump var síðan spurður á blaðamannafundinum í dag af hverju hann væri ekki búinn að binda enda á stríð Rússa og Úkraínu. Because it's more difficult than people would have any idea. Vladimir Putin has been more difficult. Frankly, I had some problems with Zelensky. You may have read about him. And it's been more difficult than other wars. Look, Vladimir Putin really has to end that war. People are dying at levels that people haven't seen before for a long time. Davíð, þetta merki það að Trump ætla að stíga fastar inn í innrásarstríð Rússa í Úkraínu? Ég að vona það og sannarlega Evrópuþjóðirnar að vona það. Það líkur fyrir yfirlýsing eftir þennan fund meðal annars frá Bandaríkjamönnum að taka meiri styrk og stuðningi við Úkraínuþjóðirnar og það er það sem við þurfum að gera. Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar í myndverið. Nú átökum veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar halda áfram á Alþingi. Uppnám varð á Alþingi í gær vegna ummæla forsætisráðherra í Kastljósi og í dag voru það Facebook-skrif Ingu Sæland sem í dag var starfandi forsætisráðherra hræðslu áróður hinnar grímulausu stjórnarandstöðu gegn veiðigjaldinu eins og Inga skrifaði orðrétt. Þar hélt Inga því fram að sveitarfélögin fengju 100 milljónir í auknar tekjur þegar uppbyrði staðið og útskýrði það svo í ræðustól hvað hún ætti við. Þingmenn stjórnarandstöðu sökuðu ráðherra að vita ekki hvað málið snerist og sögðu forsendur gjörbreyttar. Ég veit eiginlega ekki hvort ég á að hlæja eða gráta yfir skrípalátum hjá þessari hæstvirtu ríkisstjórn. Upplýsingaóreiðan algjör. Nokkur furða að við þurfum að sjá nauðsyn til þess að ræða þetta mál betur þegar málflutningurinn af þessum gæðum, segi ég. Nokkur furða. Mér heyrist á öllu að málið sé komið í fullkomið uppnám. Það virkilega svo að samningar sjómanna í uppnámi út af málinu? Það út af fyrir sig þetta stórmál. Nú Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, þú ert stödd á Alþingi og eins og við heyrum það gríðarleg andstaða stjórnarandstöðuna við þitt frumvarp. Kemur til greina að fresta þessu máli til haustsins? Þetta allt fyrir sig, Jóhanna, og kannski gott svona í upphafi að missa ekki sjónar að því af hverju ríkisstjórnin að þessu. Við erum einfaldlega að grípa til aðgerða til að leiðrétta, fara í löngu tíma bara leiðréttingu á veiðigjöldum til að tryggja hlut þjóðarinnar í þessari auðlindarinnar. Málþófið, allir þessi hluti sem við erum að horfa upp á núna, þetta allt fyrir sig og hluti af þessari mynd. Það að segja málþóf minnihlutans, það skipulögð upplýsingaóreiða, það dreifing á röngum tölum sem sífellt verið að leiðrétta en haldið áfram að dreifa og það eru heimsendarspár sem eiga sér enga stoð í raunveruleikanum. Þannig að allt var þetta fyrir séð og viðbúið. En Hanna Katrín, þú ert auðvitað búin að fylgjast með þessari umræðu. Hvernig ætli það koma til móts við gagnrýni stjórnarandstöðunnar? Og var frumvarpið bara illa unnið frá byrjun eins og þau benda á? Bara langt frá því, en eins og ég segi, þetta bara hluti af þessu leikriti, ef ég leyfi mér að kalla það, sem við vissum algjörlega að yrði sett á laggirnar. Það ekki ástæðulausu að það núna sem verið að grípa til þessara löngu tímabæru leiðréttingar en hefur ekki verið gert áður og ekki stjórnað til þessara flokka sem láta hæst núna. Hvernig komið til mótsið? Það náttúrulega það, í fyrsta lagi, að samráðsferli stjórnvalda skilaði ákveðnum breytingum á frumvarpinu. Þingleg meðferð gerði það líka vegna þess að meirihluti lagði til ákveðnar breytingar, tók mið af ákveðnum málefnalegum athugasemdum sem komu fram, rétt eins og vera ber þegar verið að afgreiða hér lög. En í annan stað, ég meina þú spyr hvort það komi til greina að semja við stjórnarandstöðuna, svarið við því mjög einfalt. Það alltaf gott að ná samningum. Það verður aldrei gert á kostnað almennings. Hanna Katrín, takk kærlega fyrir þetta, en bara rétt í lokin, hægt að semja þetta mál og geta þingstörfin haldið áfram?
Rétt í lokin. Já, þingstörfin eru í fullum gangi. Við munum klára þetta mál, hversu langan tíma það tekur núna inn í sumarið, það er ekki mitt að segja til það. Hanna Katrín Friðriksson stödd á Alþingi, takk kærlega fyrir þetta. Og við höfum ekki alveg sagt skilið við Alþingi vegna þess að forseti Alþingis telur vilja innan allra þingflokka á Alþingi að ná að semja þinglok svo sómi sé að. Hún er tiltölulega bjartsýn á að það takist á næstu dögum þótt veiðigjaldsfrumvarpið sé enn fast í annarri umræðu. Staðan sé þó vissulega flókin. Já, hún er þannig að hún er nokkuð viðkvæm og flókin en ég hef fulla trú á því að þingflokksformenn ræði saman í dag og séu að fullri einlægni og vilja að stuðla að því að við getum samið hér þinglok. Telur þú að það sé vilji innan allra þinglokka á Alþingi að semja þinglokin? Já, ég meta þannig að það sé vilji innan allra 6 þingflokkana til þess að semja. Ertu bjartsýn á að það náist að semjast þessi þinglokka segjum upp úr helginni eða í næstu viku? Já, ég er tiltölulega bjartsýn. Ég vil ekki setja neinar tímasetningar út. Ég hef gert ráð fyrir því að það séu þingfundir út þessa viku og við höfum sagt að við höldum áfram ef þess er þörf. Ísraels her segist leggja aukna áherslu á árásir á Gaza eftir að vopnahlé náðist við Íran í gær. Hátt í 80 hafa verið drepin í dag og síðustu vikur hafa fleiri en 400 verið skotin í bana við úthlutunarstöðvar neyðaraðstöðvar. Á hverjum degi velja íbúar Gaza milli hungurs og að hætta lífi sínu við að sækja sér mat. باجي أنا هنا 12 ساعة لأجيب لقمة العيش. عندي أهل الدار، عندي أبويا زلمة كبير في العمر، بيقدرش يشتغل، بيقدرش يجيب أكل. Þetta myndskeið er frá því fyrradag. Fólk hópast í örvæntingu að vörubíl með vistir og svo er skotum hleypt af. انت بدك تطعمينا يا عم طعمينا قتلنا يا عم بدكش تطعمينا قتلنا بدكش تعيشنا حياه كريمه قتلنا انا ام ل7 اطفال انا فيش عندي اطفالي ولا حاجه هاي اللي جابني هنا بدي اموت بزياده شهيد مش مشكله المهم اولادي يعيشوا. The Israeli military must stop shooting at people trying to get food. Since the Gaza Humanitarian Foundation started operating on the 27th of May, the Israeli military has shelled and shot Palestinians trying to reach the distribution points, leading to many fatalities. Fleiri en 400 hafa verið drepin við úthlutunarstöðvar samtakanna, sem eru aðeins 4 fyrir 2 milljónir manna. We can look back to 2 months ago. 2 months ago, 500-600 trucks a day, 400 distribution points. UNICEF was going door to door on malnutrition. We cannot be asking civilians to go into a combat zone so that then they can be killed with a justification they're in a combat zone. And that's what we've seen now time and time and time again. Ísraelsk stjórnvöld skilgreina meira en 80% af öllu Gaza-svæðinu sem hættu á átakasvæði og skipa íbúum Gaza að fara þaðan. Þau virðast vilja bola fólki alfarið frá Gaza. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, sagði á lokuðum fundi: Við eyðileggjum sífellt fleiri heimili, þau hafa ekkert að hverfa að. Þá verður sjálfgefið að íbúarnir vilji flytja frá Gaza. Markmiðið er að safna Gazabúum saman á 3 svæðum til að byrja með. Við Gazaborg, í flóttamannabúðum mitt Gaza og á Al-Mawasi. Ef sprengja fellur nærri þessum rústum sem 50 fjölskyldur hafast nú við í, þarf líklega ekki að spyrja að leikslokum. كنا قاعدين من مكان لمكان من نازح كل ما بنقعد في مكان وبنرتاح فيه بتيجي جيش الاحتلال بيرمي علينا مناشير والكوات بتزعق علينا إننا ننزح. Leila hefur ekki tölu á hversu oft þeim hefur verið skipað á flótta. ضلينا نمنا بالشارع ليلتين طوال واحنا مش لاقين أي مكان. بالآخر لقينا الناس بتنزح بتفتح في هانة وبتشيل في ردم فلقينا يعني إنه مأوى مناسب هو غير مناسب والله. Híbýlin ekki aðeins hættuleg heldur óviðunandi og langt frá því að vera heilnæm. ولكن ما فيش مكان أحسن من هيك إنه أروحه. رحنا على البحر رحنا على المينا من شدة النزوح برضه ما لقيناش لا لقينا وسع ولا لقينا مكان. جينا هنا الردم بقى موصل تقريبا يمكن 3 متر طوله. قعدت يومين أعزل فيها. مع إنه خطر وهذا لكن شو بنسوي ما فيش مفر. طبعا البرج مدمر لا شك لكن احنا يعني مضطرين نقعد هلا لانه ما لقينا مكان ومش مستعدين نروح نقعد بالشوارع لانه برضه الشوارع بدك يعني مش صالحه كمان انك تسكن فيها في ظل هالازدحامات.
Kona sem nýlega kláraði lyfjagjöf við brjóstakrabbameini og þarf að bíða minnst í 3 mánuði eftir geislameðferð segir ótækt að hver og einn þurfi að berjast til að komast fyrr í meðferð erlendis. Biðlistar fólks sem þarf geislameðferð vegna krabbameins lengjast enn. Valborg Hlín Guðlaugsdóttir greindist með brjóstakrabbamein í desember, fór í aðgerð í janúar og hóf lyfjameðferð í febrúar sem lauk nú 16. júní. Beiðni geislameðferð fór frá lækni miðjan apríl en henni hefur nú verið sagt að hún komist að upp úr miðjum september. Hún því núna í biðstöðu. En ég þarf að vera heima í veikindaleyfi í 3 mánuði áður en ég næ svo að byrja í næstu meðferð, samt í virkri krabbameinsmeðferð. Þetta þýði að hún komi seinna til vinnu með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið. Hún sé því að vinna í að komast í meðferð erlendis og hún gagnrýnir að ekki skuli vera búið að semja við sjúkrahús á Norðurlöndum líkt og tala var í fréttum RÚV fyrir mánuði. Þetta verður svona einhvern veginn persónuleg barátt að ég komist fyrr sem að svona stríðir líka svolítið gegn mínum svona grundvallar svona bara sjónarmiðum í lífinu að það á bara jafnt yfir alla ganga. Þá spyr Valborg hvernig hægt sé að segja fólki með lífsógnandi sjúkdóma að ásættanlegt sé að bíða í 3 mánuði eftir nauðsynlegri meðferð. Eitthvað verði að gerast strax. Ég þarf að fara í geislameðferð í 3 vikur, 15 skipti. Þannig að það talið nauðsynlegt fyrir mig. Gott að bíða í 16-18 vikur? Hvaða áhrif gæti það haft upp á það að ég fái krabbamein aftur seinna? Getur ykkur staðfest að þetta hafi engin áhrif? Dæmi að ferðaþjónustufyrirtæki sem bjóða upp á ferðir hér á landi séu ekki með leyfi til þess. Lögreglan, Skatturinn, Vinnueftirlitið og ASÍ voru við eftirlit hjá Gullfossi í dag. Lögreglan hefur verið með sérstakt eftirlit á gullna hringnum undanfarna daga ásamt Skattinum, ASÍ og Vinnueftirlitinu. Og í dag voru þeir hér við Gullfoss. Áherslu lögreglunnar eru ökuréttindin, það eru rekstrarleyfi, ástand og gerð ökutækjanna, hvort þau séu ekki eins og þau að vera útbúin og svo þá aksturs- og hvíldartími ökumanna og þær reglur séu virtar. Það sem við hjá ASÍ erum aðalega að gera er að skoða hópbifreiðastjórana og síðan leiðsögufólk til þess að bara svona kanna kaup og kjör, upplýsa réttindi. Já, við erum að skoða aðbúnað og hollustuhætti starfsmanna fyrirtækja í ferðaþjónustu. Alvarlegasta dæmið bara þegar menn hafa ekið án hvíldardögum saman, án tilskilinnar vikulegar hvíldar og þá jafnvel að menn eru bara án allra ökuréttinda en starfa við akstur á stórum bílum. Útsendi starfsmenn eru fleiri en við héldum og erum að skrá það hjá okkur. Þessi starfsmenn sem að vinna fyrir erlend fyrirtæki þurfa að vera með leyfi frá Vinnueftirlitinu. Þau hafa rétt á að fá sömu laun og eru greidd hérna á Íslandi. Þannig að við erum helst að skoða að það sé ekki vera að brjóta á þeirra rétti hvað það varðar. Það eru ýmis frávik sem hafa komið upp hérna í dag og við munum halda sig áfram í sumar svona bara á öðrum stöðum á landinu. Það sem við könnum þetta og reynum að kortleggja aðeins þennan bransa. Það eru talsverð brögð að því að við erum að sjá erlendar ferðaskrifstofur sem eru að starfrækja ferðaþjónustu hér án þess að vera með nokkru leyfi, hvorki ökurétti ökumanna í lagi og þaðan síður að fyrirtækin séu með rekstrarleyfi til þess að stunda þennan atvinnuakstur hérna. Og í þeim tilfellum þá hafa þessi fyrirtæki bæði þurft að greiða sektir og verið kyrrsett. Makríll farin að berast í land og uppsjávarverksmiðjur teknar til starfa eftir langt hlé vegna loðnubrests. Framboð á rafmagni hefur aukist og bræðslur þurfa ekki lengur að brenna olíu alla vertíðina. Á Eskifirði var í morgun verið að landa fyrsta makrílfarminum hjá Eskju. Fleiri skip á miðunum og meiri afli væntanlegur. Við byrjum að leita heimamiðum og það var lítið þar, það var mest síld að sjá sko. En svo fundum við fínasta blett þarna austur í Smugu, fallegur fiskur. Vonandi bara að þetta sé byrjun einhverju góðu sem verður í sumar. Veiðiferðin skilaði næstum 900 tonnum og í vinnslunni eru menn ánægðir með fiskinn. Þó leiðin heim úr Smugunni sé löng. Þetta júní fiskur úr Smugunni og hann svolítið viðkvæmur. En við teljum að við séum að ná að vinna hérna ágætis vöru. Við erum að hausa sem mest af fiskinum sem við getum og heilfrysta stóra fiskinn. Trúið því að markaðnir séu góðir og vera lítið framboð. Afskurður og frákast fer í mjöl og lýsi
og því þarf að ræsa bræðsluna. Fiskimjölsverksmiðjur hafa undanfarin 2 ár þurft að brenna mikilli olíu vegna raforkuskorts með tilheyrandi losun, en nú hefur staðan batnað. Eskja hefur samið rafmagnskaup fyrir makrílvertíðina og reiknar með að fá líka rafmagn í kolmunnavertíðina í vetur, en þá fer allt í mjöl og lýsi og orkuþörfin mikil. Við munum vera á fullum afköstum á rafmagni sem að reyndar hefur ekki verið í boði fyrir en akkurat núna. Nú skilst okkur að lónin séu að fyllast og það sé betri staða í vatnsbúskap Landsvirkjunar. Vissulega hefur verið á rafmagni hækkað og svo vara sem við hefum verið að fá á fiskimjölsverksmiðjurnar sem er svo kallað ótryggt rafmagn, það er ekki lengur í boði. Svona er bara staðan og við fögnum því bara að geta fengið aðgang að rafmagni. Og þá að veðri. Á morgun kemur lægð inn yfir landið og henni fylgir breytileg vindátt, verður vindur fremur hægur sunnan og vestan til á landinu en strekkingur norðan og austan til. Víða verður rigning eða skúrir. Hiti verður 7 til 15 stig og það verður svalast á Austfjörðum. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Ísland gerði frábært mót í Evrópubikarnum í frjálsíþróttum. 2 Íslandsmet voru slegin í dag og liðið tryggði sér sæti í næstefstu deild. Albert Guðmundsson gengur nú alfarið í raðir Fiorentina. Ítalska stórliðið staðfesti kaup á landsliðsmanninum sem var á láni hjá félaginu í vetur. Og franska stórveldið Lyon var í dag dæmt niður deild vegna fjárhagserfiðleika. Íþróttir hér handan við hornið. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Leiðtogar aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins ætla að stórauka framlög til varnar- og öryggismála á næstu árum. Þetta var ákveðið á leiðtogafundi í dag. Stór ákvörðun og mikil breyting, segir formaður Varðbergs. Hörð átök standa enn yfir á Alþingi veiðigjaldsfrumvarp ríkisstjórnarinnar og ekki sér til lands. Forseti Alþingis telur víst að allir þingflokkar vilji semja þinglok og er tiltölulega bjartsýn á að það takist. Hátt í 80 hafi verið drepin á Gaza í dag. Ísraelsher segir aukna áherslu á árásir þar eftir að vopnahlé náðist við Íran. Fleiri en 400 hafi verið drepin við að sækja neyðaraðstoð síðustu vikur. Ólíðandi er að krabbameinssjúklingar heyji einstaklingsbaráttu til að komast sem fyrst í geislameðferð, segir kona sem íhugar að leita sér hjálpar erlendis. 3 mánaða bið er eftir meðferð hér á landi. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá komum það í íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá RÚV.is. Næstu fréttatímar þeir eru hins vegar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni.